fundarstjóri og góðir fundarmenn. Takk fyrir að þið eru svona mörg hér í dag. Það ánægjulegt og mig langar til að líka þakka félögum mínum sem hafa verið á faraldsfæti undanfarna viku. Þetta hefur verið skemmtilegur hópur að vera með og þetta eins og sumargleði. Fer landið. Biskupagleði. Og þessi hópur hefur lagt mjög mikið til af hugmyndum og andblæ og lagt til þessa samtals í þágu kirkjunnar. Hjartans þakkir fyrir gott samfélag. Þetta hefur verið afar gott samfélag. Frá unga aldri hefur verið haldið að mér að Norðurland væri dásamlegt. Og sjálfsagt erum við allt saman með það. Og frá unga aldri hefur verið haldið að mér að Svarfaðardalur væri öndvegi íslenskra dala. Eins og móðursystir mín orti á sínum tíma. Ég var í Svarfaðardal og Jóhann brosir. Jóhanna hvarf í Svarfaðardal brosir. Ég var í Svarfaðardal í 17 sumur og lærði að elska þennan dal og þetta samfélag og svo var ég í Suður-Þingeyjarsýslu líka og fór víða Norðurland og ég var sumarbúðastjóri austur á Vestmannsvatni og svo var ég prestur í Suður-Þingeyjarsýslu líka. Öndvegi íslenskra dala og stórkostleg náttúra. Já, náttúran sem Guð hefur gefið stórkostleg. Þakkarverð. Þessi risastóra náttúrudómkirkja. En hvað það sem dýrmætast? Það eru þið, fólkið. Þetta lifandi fólk sem að Guð elskar. Það mesta dýrmætið. Ég var 19 ára gamall þegar ég var sumarlangt í Noregi og var við vinnu. Einn daginn fann ég að eitthvað var að gerast og fór til læknis og hann horfði á risastóran hnúð á hálsinum á mér og sagði við mig, já, nú komið það til vinnur að ég þarf að fara með það á spítala. Hann var læknir á Krabbameinssjúkrahúsi í Oslo og skar mig daginn eftir. Það var heilmikið sjokk fyrir ungan mann, 19 ára, að lenda í slíkum aðstæðum, örugur aðstæðum, og ég þurfti í 3 vikur að bíða eftir dómi hvort að þetta var illkynjaður krabbi eða góðkynja æxli. Og á þeim tíma þá náði ég að vinna með þessar grunnspurningar til hvers og hvað hver þú og til hvers og í hvaða stóra samhengi lifirðu og hver Guð. Ég náði að vinna mig til enda tilfinningarlega og trúarlega. Ég naut uppavaxtarins og fyrirbæna og ég gerði mér grein fyrir því að ég var í góðu fangi, öryggis og trausts. En þessi lífsreynsla varð líka til þess að ég tók uppeyju í lífinu. Ég hætti við að fara í líffræðina og fór í líffræði himinsins guðfræðina. Ég hætti við að læra allt vatn og verða vatnalíffræðingur og fór hins vegar að huga að lífsins vatni. Ég þáði úr þessari reynslu ákveðna vitundum að við lendum í vandkvæðum og vandræðum en að baki lífsdómur ef við lifum í þessu stóra Guðs fangi. Og þetta þessi reynsla sem ég hef tekið inn í einkalíf og baráttu lífsins. Þetta svo afstaða líka sem ég tek inn í prestsþjónustu að baki erfiðleikum og föstu og krossi og dauða hvað? Upprisa. Að dauðinn deyr og lífið lifir. Að Guð með allt í sínu góða lífsfangi og gefur okkur það samhengi til þess að lifa af og lifa í. Og það þetta sem að ég vil gjarnan fá að miðla í kirkjulegri þjónustu ef að ég verð valinn í biskupskjöri. Það afstaða lífsins og afstaða gleðinga og að handan erfiðleika og kreppu og tilhörandi tilfinninga þessi boðskapur vöxt og blessun og öryggi og líf. Hann Guðmundur Ari horfði upp á biskupsefnin hér áðan og nú farinn að leika sér þarna út í horni.
Hvaða framtíð á hann að fá í þessu kirkjulega samhengi? Mér finnst afar mikilvægt að kirkjan setji unga fólkið í forgang. Börnin, heimilin. Við þurfum að heimilis tengja kirkjulífið ennþá betur. Allir aldursflokkar eiga að fá að njóta góðrar þjónustu, kirkjulegrar þjónustu, en ég held að við eigum á næstu árum að leggja eða setja í forgang barna- og unglingastarfið í kirkjunni. Og við þurfum að stórauka og stórbæta tengslin við fjölskyldurnar. Og við þurfum að temja okkur páskaguðfræði og glatt kirkjulíf og gera kirkjulífið líflegt og tengja það við fólkið og leyfa fólki að finna til tengslana við hið mannbætandi, uppbyggjandi glaðulega. Gleðilega kirkju er það sem að ég vil sjá og vinna að. Og ég held að það sé afar mikilvægt líka að biskupinn á þessum tímum sinni græðara hlutverki gagnvart fólki. Fjölskyldur hafa gengið í gegnum mikið álag, margar fjölskyldur vegna ástandsins í kirkjunni og prestfjölskyldunar alveg sérstaklega. Við þurfum að huga þeim og sinna þeim. Og starfshættir biskupsins eiga að miðla því að efla fólk til dáða í starfi kirkjunnar. Og það er margt hægt að gera í þeim tengslum. Ég vil til dæmis breyta biskupsheimsóknunum, vísitasíunum, með þeim hætti að biskupinn sé í fjórðungunum tíma á ári og ekki bara messi heldur líka tali við fólk og sinni því sem að fólk er að hugsa og heyri hvað áhyggjur fólks og sinni prestfjölskyldunum og þeim sem að starfa í kirkjunni. Þið eruð að ábyrgða fólk í kirkjunni og ég legg til að reglulega í framtíðinu höldum við landsfundi formanna sóknarnefnda sem yrðu að einhverju leyti hliðstæða prestastefnanda til þess að efla og miðla fræðslu, efla fólk til dáða. Það er ýmislegt í kirkjuskipulaginu sem við megum gjarnan endurskoða. Samsteypur hafa verið gerðar á prófastæmunum. Hafa þær heppnast fullkomlega? Eigum við ekki jafnvel að vera til í að bakka ef eitthvað hefur verið gert sem það ekki hentar? Sóknargjöldin er eitthvað sem við þurfum að huga að og hópurinn í kirkjunni þarf að sameinast að endurheimta sóknargjöldin og við eigum að senda peningana heim í hérað og við eigum að stórefla útvistunverkefna frá biskupsstofu og kirkjunni til safnaðanna í landinu. Það eru mörg verkefni sem að má vista hér norðan heiða. Hugum að hinu nýja. Ég býð mig fram til þess að verða minni stjórnsýslubiskup og meiri kirkjubiskup. Þjóna fólkinu í landinu, vera nálægur fólki í landinu, með eyrun í þokkalegu lagi og góða sjó. Ég býð mig fram til þjónustu og heiti á ykkur til liðsinnis. Takk fyrir.